Sæl og velkomin á námskeið þátttöku barna. Ég heiti Pétur. Og ég heiti Sigyn og við erum sérfræðingar í réttindum barna hjá UNICEF á Íslandi. Á þessu námskeiði kemur þú til með að læra réttindi barna til þess að hafa áhrif á öll mál þau varða og hvernig þú getur stutt við og tryggt merkingabæra þátttöku þeirra. Í stuttumáli markmið þessa námskeiðis að auka þekkingu þína á mannréttindum barna til þess að hafa áhrif á ákvarðanatöku alls staðar í samfélaginu. Því við eigum að gera börnum kleift að taka þátt á merkingabæran hátt og hafa áhrif á öll mál þau varða, hvort sem það innan fjölskyldunar, í skólanum, hvar sem á landinu eða bara heiminum öllum. Taka þátt á merkingabæran hátt. Það skiptir miklu máli að þáttaka barna sé merkingabær en ekki sýndaþáttaka. Til þess að útskýra nákvæmlega hvað eigum við, kíkjum við á þátttökustiga Rogers Hart. Við munum einnig styðjast við reglurnar 9 sem tryggja merkingabæra þátttöku. Þær eru svona leiðavísirinn okkar og eru settar fram af barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. Þessi verkfæri, þátttökustigin og reglurnar 9, hjálpa okkur að skilja betur hvernig barnasáttmálinn virkar og hjálpa okkur að tryggja merkingabæra þátttöku. En af hverju þarf að tryggja það að þáttaka sé merkingabær? Þegar við tölum merkingabæra þátttöku barna erum við að vísa í þekkingu og aðferðir sem tryggja réttindi barna til að hafa áhrif. Öll börn, bæði sem einstaklingar og í hópum, þurfa tækifæri, rými og stuðning til þess að tjá skoðanir sínar. Ekki nóg með það, þá eiga börn rétt á að hlusta sig á þau og að skoðanir þeirra hafi vægi í ákvarðanatöku í öllum málum sem hafa áhrif á líf þeirra, í samræmi við aldur og þroska. Hvort sem að ræða ákvarðanatöku í stórum málum sem smáum. Í 12. grein barnasáttmála segir að börn eigi rétt á því að tjá sig frjálslega öll málefni sem hafa áhrif á líf þeirra og að fullorðnir eigi að hlusta og taka mark á þeim. Greinin merkileg því að hún fjallar rétt barnsins til þess að tjá skoðanir sínar og skyldur fullorðinna til þess að taka tillit til þeirra. Fyrri yfirlýsingar réttindi barnsins fjölluðu einungis vernd og umönnun barna. En við tilkomu barnasáttmálans hlutu börn sérstök réttindi til þátttöku í samfélaginu, til dæmis ákvarðanatöku í skólum, við skipulag á hverfinu þeirra og þeirra stjórnvöld búa til nýja menntastefnu. Einnig veitir börnum rétt til þátttöku í einstaka málum þau varða, til dæmis fyrir dómstólum. Það geta haft áhrif nefnilega mannréttindi barna. Þáttaka telst ekki merkingabær nema börn kjósi sjálf að taka þátt og hafi eitthvað það að segja hvað rætt, hvað gert og hvernig. Og ávallt skal tryggja að þáttaka barna fari fram með öruggum hætti. Þáttaka barna þarf því fyrst og fremst að vera byggð á réttindum þeirra. Og þegar það gert þáttakan jákvæð upplifun og lærdómsríkt ferli óháð útkomu. Virðing fyrir skoðunum barna grunnurinn að öllum greinum barnasáttmálans. Til dæmis 3. grein sem segir að það sem barninu fyrir bestu skuli vera leiðandi í öllum ákvörðunum sem varðar barnið. Það nefnilega ekki hægt að vita hvað barnið fyrir bestu án þess að eiga samtal við barnið sjálft. Nákvæmlega. En til þess að skilja hugtaki merkingabær þáttaka aðeins betur, skulum við byrja á því að kynna okkur þátttökustiga Rogers Hart.